Mývatnssveit helsta náttúruperla Norðurlands og jafnframt einn fjölsóttasti ferðamannastaðurinn. Jarðböðin í Mývatnssveit hafa notið mikilla vinsælda og gestum hefur fjölgað mikið á undanförnum árum og nú svo komið að eigendur jarðbaðanna huga að miklum framkvæmdum strax á næsta ári, enda búist við því að erlendum ferðamönnum hér á landi fjölgi enn frekar. Guðmundur Þór Birgisson, framkvæmdastjóri jarðbaðanna, segir að allt bendi til þess að gestum fjölgi á þessu ári 20%. Með öðrum orðum búist við því að gestir jarðbaðanna verði á þessu ári 200.000. Já, þeir munu nálgast það núna í ár, verður svona rétt 200.000, stefnir í það. Það eru baðgestir sem við teljum, onni. Það eru kannski aðeins fleiri gestir sem koma í húsið, það eru margir sem koma hingað bara og stoppa við í mat hjá okkur og líka bara til að skoða staðinn. Koma að taka myndir og sjá umhverfið. Þannig að fjöldi gesta sem að koma hingað í baðlónið helst nokkurn veginn aukningin í tengslum við þá aukningu sem á komu erlendra gesta til landsins? Já, það er það. Við erum, getur sagt það, við fylgjum því. Við finnum alveg aukninguna, hún endurspeglar sig hérna hjá okkur. Við erum svona á nokkurn veginn pari með aukninguna á ferðamönnum til landsins. Hversu stórt hlutfallið af erlendu ferðamönnum sem að koma hingað? Við erum með ansi stórt hlutfall af erlendu gestum. Svona 85% gesta eru erlendir og það sú tala hefur farið vaxandi. Það sem stærra hlutfall erlendu gesta heldur en hefur verið síðustu ár og mun líklega aukast. Hvernig markaðssetjið þið baðlónið í erlendum miðlum? Við erum með auglýsingar í aðalega tímaritum erlendis og sem sækjum við sýningar erlendis þar sem við kynnum jarðböðin. Síðan auðvitað notum við aðeins samfélagsmiðla. Það er svona helsta sem við gerum. Nafnið fara að vera ákveðlega þekkt. Mývatn Nature Spa, enska heitið á jarðböðunum og það dreifist víða á samfélagsmiðlum. Mörg dæmi þess að fólk sé að koma hingað í Mývatnssveitina sérstaklega til þess að koma í jarðböðin? Eða svona fylgir þetta bara með? Nei, fólk þetta einn af stöðunum sem búið að merkja við að ætla sér að koma eða á leið hér þá þetta á döfinni og þetta staður sem þau vilja stoppa. Þannig að við finnum það að fólk búið að heyra af jarðböðunum og gerir sér ferð til Mývatnssveitar til að koma hingað. Jafnframt því að vill skoða náttúru í Mývatnssveit, það engin spurning. En hvernig markaðssetjið ykkur? Upplifun að fara í baðlónið eða þetta heilsulind? Hvernig markaðssetjið? Já, upplifun fyrst og fremst. Það upplifun að vera í þessu heita vatni hérna úti hjá okkur sem kemur úr mjög djúpri borholu og síðan að sitja út í lóni og horfa yfir sveitina. Við erum með útsýni yfir Mývatn allt saman og umhverfið hérna náttúrulega alveg einstakt með hverrönd og námahjöllina bak við okkur og horfandi niður á hver fjall og horfandi rjúkandi úr öllum sprungum og hólum hérna allt í kring. Það er alveg einstakt. Hvað segja útlendingar svona umsagnir sem eru skrifaðar ykkur? Þeir eru mjög ánægðir, stærstu hluti og þeir finnst þetta alveg magnað að sitja hér og upplifa þetta, að vera í jarðböðum hérna út í raun og ekkert í kring og ósnortin náttúra hérna allt í kringum okkur. Það er alveg einstakt að upplifa það. Það núna nóvember á dagatalinu og það bara töluvert mikið að gera hjá okkur sýnismanni. Já, það tröluvert traffík ennþá. Það þessi jaðarmánuður sem að aukast og veturinn getur við sagt, að styttast. Það traffík hér alla daga. Þeir eru auðvitað minni en það orðið mikið líf hérna og við sjáum fram á til og með desember þegar við förum í þessi jólatraffíkina. Við erum það eru margir sem eru komið til Mývatnssveitar út af jólunum og jólasveina böðin og slíkt. Þannig að það verður nóg fólki hérna.
Það kannski enn meiri upplifun að fara hérna í hitan hérna þegar það kalt úti? Já, það mjög skemmtilegt. Það svolítið stemming að vera úti og vera allt á kafi snjó. Það reyndar óvenju hlýtt hjá okkur núna. Hlýtt úti náttúrulega. En að sitja hérna í jarðböðunum og allt á kafi í snjó í kring og héla hérna handrið og bekkir. Þá rosalega gaman að sitja hér úti og tala ekki ef það frost og birtuskilyrði eru rétt og norðurljósin eru yfir, þá þetta alveg tvímælalaust eitthvað sem þetta að mæla með. Allar spár fjölgun ferðamanna á næstu árum gera ráð fyrir að súluritinn fari bara upp á við, þannig að þið hljótið þá að reikna líka með áframhaldandi fjölgun. Já, við gerum það. Við reiknum með áframhaldandi fjölgun á ferðamönnum og erum að reyna að undirbúa okkur eins vel og hægt með því. Fyrir því að eru áform núna stækkanir hjá okkur. Að stækka hér aðstöðuna fyrir gesti, bæði veitingaaðstöðu og búningsaðstöðu. Og það á döfinni núna á næstu misserum, komið í gang. Þannig að við megum eiga von á byggingargrunnum hérna á næsta ári? Já, einhverju, vonandi ekki margir byggingargrannar en einhverju framkvæmdir. Reynum að halda truflun í lágmarki þannig að gestir fá að njóta hérna jarðbaðanna án mikils framkvæmda. Þá verið að tala að stækka aðstöðuhúsið eða jafnvel byggja alveg nýtt? Við förum sennilega í það að byggja alveg nýtt. Og bara við hliðina á núverandi aðstöðu. Þannig að við getum flutt alla starfsemina yfir og haldið þessu alveg gangandi og án allar truflunar á meðan. Verður það þá mun stærra hús og meira ílagt? Það verður stærra hús, já. Auðvitað nýrra, nýtt. Ég get kannski ekki sagt mikið íburðinn núna en við reynum að viljum tengjast náttúrunni mjög vel og hafa þetta tengt þessu svæði. Þannig að, en jú, mun stærra og rýmra fyrir alla gesti. Það er það sem við stefnum að. En hvað með sjálft baðarlónið, eru þá stækkanir þar líka fyrir hugaðar? Já, við sjáum fyrir okkur að allavega breyta því eitthvað. Þannig að við getum aðeins kannski skipti og hólfa því betur. Það ekki komið á það stig að við getum að við erum búin að sjá eða forma allt saman. En það svona hugmyndir uppi að breyta aðeins kannski formi á lóninu. Hvenær sérðu fyrir þér að framkvæmdin þá hefjist? Við vonumst til að geta byrjað á næsta ári, framkvæmdin, í jarðvinnu allavega og hafist handa. Hönnun er í gangi núna og verður í gangi í vetur og fram á næsta sumar. Þannig að svona bjartsýnustu spár eru 2018, kannski síðla árs 2018 en kannski raunhæfsspái 2019, að opnum sumar 2019. Ég geri ráð fyrir að jarðböðin hérna í Mývatnssveit séu orðin bara með stærri vinnustöðum sveitarfélagsins. Já, við erum orðin, held ég, býsna stór. Hjá okkur í sumar voru 30 manns, rúmlega 30 manns að starfa. Og heilsárstörfin orðin fleiri. Þetta kallar á þegar aukning gesta kallar á meira starfsfólk og við þurfum að bregðast við og manna þetta vel, geta sinnt okkar gestum vel. Hvað með nýjan framkvæmdastjóra jarðbaðanna í Mývatnssveit, fer hann í bað á hverjum degi? Nei, ekki hverjum degi, því miður. Það ekki alltaf tímið það, en við reynum fjölskyldan að koma inn svona 2-3 í viku og dýfa okkur aðeins svona í, fara í bað.